Veiðihúsinu Flóðvangi í Vatnsdal. Það eru myndir á veggjunum af svona nokkrum stórum fiskum. Þetta dreymir mig að fá mynda mér með stóran fiski. Sjáðu, 115 cm 2006. 101 cm 2006. 88 cm 2006. Vantir lax í skjaldarmerkið. Jú, nákvæmlega. Kæmi hérna með og stökkundi. Góður Hálsar, velkomin í þáttinn með öngulinn í rassinum. Nú sleppum við öllum vöflum og vífilengjum og skellum okkur beint í að horfa næst síðasta þáttinn. Staðan 8-7 fyrir mér og hreinlega vanséð hvernig þú getur náð mér úr þessu. Ætlum við ekki að sleppa öllum vöflum og vífilengjum? Gunnar Helgason með ljósa húfu, vinnur. Nú erum við mættir hérna í síðasta túr sumarsins. Staðan 8-7 fyrir mér. Báðir með jafn stóra stærsta fisk. Á sér að fara þarna niður. Það eru nokkri fiskar hérna undir. Sjáum það á brúnni. Mjög hentugt að hafa svona brú yfir veiðistæði. Af því að við ætlum að Sigurður Klingerberg sá okkur að biðja fiskana leyfi til að láta veiða sig. Og svo þurfum við að gera eitt. Þetta er ótrúlega mikilvægt. Að það er að biðja fiskinum að fá að veiða sig. Og við erum hérna á brúnni yfir álku. Álka rennur út í Vatnsdalsá hérna rétt fyrir neðan. Og mér finnst ég einhvern veginn að hafa yfirsýn yfir allan dalinn, bæði hérna upp í Forsæludal og hérna út Vatnsdalinn. Og ég ætla að biðja alla fiska Vatnsdals, alla laxana í álku og Vatnsdalsá leyfi til að vera með okkur í myndinni og láta veiða sig. Ég lofa því að ykkur verður öllum sleppt aftur. Takk fyrir, kæru laxar. Tökum allar höfuðráttirnar. Takk fyrir, kæru laxar. Takk fyrir, kæru laxar. Takk fyrir, kæru laxar. Ég veist hvað, ég skynjaði svona í íbúrunum í alvörinni. Og skynjaði að þú hafði svindlað eitthvað á hann með eitthvað svona, var að gera eitthvað svona. What? Bara mjög stutt síðan. Já. Getur það verið? Hvað er það að tala um? Líka í Langá. Nei. Og líka í Langá, þú ert svo stríðinn. Nei. Hann fyrir örugglega að veiða á nóttunni. Þetta er Ég ekki skynja rétt. að hann tekur svona hydroxycut og er bara frosinn út í á, skilur, því hann, veistu, þessi maður, hann kann ekki að tapa, það var ekki í, kategóri, skilur hvað við, en þessi hugljúfi, þessi elska, hann hugsar, ég tapa bara fyrir bróðunum, skilur, af því að þú veist hvernig hann Gunni er. Já, Er þetta ekki rétt hjá mér? Nei. Er þetta ekki rétt? Nei. Sjáu þið svipinn á henni, þið sjáu það hann er að ljúga, skiljið. Sumar þú fórst og fegst flugun og lést mig ekki vita af. Já. Já. Já, til dæmis já, nú komið eitt svip. Hætt mér svo rugli. 1, 2, 3. Já, svo hérna, já. Og látum þetta þarna. Já. Það var rosa faglegt hjá þér. Það sem ég gerði í gær, Já. ég lagðist í baðið, lokaði augunum Já. og sá sjálfa mig veiða fleiri fiska og stærri en Gunni. Í huganum. Já, en Secret. hvernig tilfinningu varstu með þá? Já, mjög góð tilfinning. Já, þú ætti að hafa gleði Já, tilfinningu. það var sigur og gleði. Já, þessi það kann vera svolítið reiður. Og svo gerði þetta aftur á koddanum þegar ég fór að sofa. Já. Og svo svaf ég eins og unga barn sem er mjög óvanalegt daginn ári fyrir veiðiferð. Hvernig, þú svafst ekki nógu vel, skan? Nei, svo ekki nóg. Nei, ég skynja það hjá þér að því að þú vilt meira vinna, sko. Hann vill meira vinna en þú. Nei. Getur það verið? Já. Já. Það skiptir Hann má ekki til þess hugsa Nei. þetta fyrir mér. En hérna, nú hugsaðu, mun ég veiða meiri fiska en ási. Ég vil heyra þetta. Nei, mér langar að breyta þess. Ok. Mun ég veiða stærri fisk en ási. Allt mun ganga vel. Þetta segir samt ekki beint já. Þetta mun... Allt mun ganga vel. Og núna á ég að segja sama eitthvað. Það er svona... Mun ég veiða fleiri fisk en Gunni. Já, þetta gengur vel.
Veistu að sjáu þið til hvað rosalegt jafntefli á þessu, eða þú pælið því. Allt mun ganga vel, já þetta gengur vel, svo ykkur báðum gengur vel. Já. Svo þetta maður getur verið svolítið confused. Verður jafntefli. Nei, seinna. Já, nú skulum við kíkja bollan. Það sko, þú verður að leggja þig, sko. Það brjála svona læti og þið megið ekki fara neitt út fyrir í bílnum, þá bara festið ykkur. Og svona, og svo fjöldinn allir á fólki og ekki vera að flýta ykkur neitt, það hafið ekki nóg tíma. Jú. Já, en þú hefur það ekki alveg, sko. Nei, ekki alveg. Nei, já, það er ekki að skrifa. Það er svolítið að drífa sig. Já, það er svolítið að þú ert að, og það, þú verður eiginlega að koma í veg fyrir það að þú ert að drífa þig. Það er alltaf hans helsti veikleiki sem veiðimaður. Já. Hann getur ekki slakað á. Já. En þetta er alveg satt hjá hann. Já. Mér finnst þetta bara mjög lögilegt að segja Vá, hvað er mikið að gerast, maður. Já, þetta er rosalegt miður þig. Allan hringinn. Heyrðu, og það er bara, já, þú... Já. Svo er eitthvað, sko, það er, þú fær nú kannski bara tilbúið því það gengur svo vel bara að opna fiskbúð. Ég er bara búin að sætta mig við að tapa. Þess vegna er mjög gott að hafa komið hingað. Finnst þér að Þróttar ættu að gera það áður en þið færi leikinn? Nei. Nei, ok, ekki gera það. Auðvitað ekki! Halló! Þetta vildi ég sjá. Leiðin lá aftur í Vatnsdalsá, í síðustu veiðiferð sumarsins og þrátt fyrir alla spádóma var ég viss að vinna Ása bróður og ákveða stríðum. Ási, þú voru líka að hætta að vera svona leiðilegur. Geðveikt gaman að gera þig á og þú voru að hætta að vera svona leiðilegur. Já. Þú kannast tala. Nei, þú voru að ná slökuninni sem varst að hefur ekki náð. Það verður að vera almennilega, Ási. Held ég. Ertu hress? Segir ykkur. Það reyna að koma hann í óstöðu. Nei, alls ekki. Reynilega. Nei, ég er bara að gera þetta því að byrja sjóntöku. Sko, það sé svo vel hérna ofan í vatni, sérstaklega með gleraugunum, alveg tært og lengt og maður sér hreiðurstæði laxins hérna. Þeir eru byrjaðir að ýta burtu hérna moldinni og sandinum og það eru svona dökkir blettir hérna á 4-5 stöðum og maður getur bara séð þetta ofan á brúnni. Þeir eru tilbúnir, þeir eru að gera sér ready fyrir hrygninguna. Og við erum búin að sjá eitt par hérna, alveg við klettin hérna vinstra megin og Gunni er búin að klöngrast niður og ætlar að kasta á þetta. Sjá hvernig það gengur. Já, ég fór að kasta, en fyrst þetta. Þorsteinn Jón Vilhjálmsson, maðurinn Ötur, velkomin í þáttinn. Sæli bræður, gaman að sjá okkur. Sömuleiðis, gaman að fá þig. Velkomin á heimaðall Þróttar. Já, mjög gaman að sjá. Ég spilaði þetta með reyðinu fyrir alltaf síðan, sko. Það var ekki? Ég spilði einasta leikinn. Hvað liði Á varstu? móti Þrótti. Stóð fram. Eða var ég með fram? Varstu með fram? Nú varstu að spila þér fótbolta. Það muna það allir. Kannast hlustendur við það. Ef þú ætlar að taka þér upp Þrótt, þá farðu það bara tilbaka. Já, ok. Heyrðu, þú ætlar að taka þátt í kastkeppninni. Já, gaman að því. Má bjóða þér að byrja með einhendu. Já, það er fínt, sko. Reglurnar eru einfaldar. Það er ein tilraun og taka 3 bakkastöður. Já. Eða minni. Þóttu þetta hafi náttúrulega ekkert með veið að gera. Þetta er allt í gamanskert. Tökum Tökum á þessu. Hver á þessa stöng hérna hana? Ég á þessa. 1, 2 og svo. Já, þetta verður ekki lengra. Þetta er ágætt. Það stendur á línunni. Já. 20,9. Já. Þetta er orðið kærri. Það er sömu reglur. Ein tilraun. Það er réttist júrlið Þorsteinn. Þetta er eitthvað langstökkvað að setja allt aftur á baki. Já, allt á rasinn. Þetta er samt 27,1 metr. Hann er lengra sem við séð. Skráðum það. Og þetta er hissa, Gunni. Hefur tekið eftir ykkur í? Allir sem koma til okkar, eða það er að segja enginn sem kemur til okkar, er ánægður með kastið sitt. Nei. Gaman að þessu. Já, en í þetta sinn vannstu ekki að Þróttarvellinum. Þetta er ekki að bæða að keppa og dæma.
Ég er með kopar túbu. Flösku svo kallaða. Og nýþunga alveg. Að bláa og silfraða flugu. Frostin fyrst mjög stutt. Og lengjum svo aðeins niður breiðina. Með nýþung. Já, Ási kastaði og kastaði í álkunni sem var stútfull af laxi. En hvort sem það var að því að áin var svona tær og vasslítil eða af því að fiskurinn var svo var sig nema hvort það ekki sé, þá tók hann ekki. En á meðan Ási reyndi sig við laxinn, kynnti ég mér helstu nýjungar í landbúnaði þeirra vastalinga. Það hlýtur að vera svo var sig, svona fárálega tæru vatni. Hei, rafmaskýring. Þarna lærið þið dýrmætalaxíu. Ekki komið með rafmaskýringur. Þetta er rugl. Já, við þetta stuð duttum við í stuð. Og ef Ási missir hann ekki, er hann búinn að jafna metinn. Jú, rólega bara mjúkt átak svona. Já, mjúkt átak. Þetta er svona í sterkari kantinu þessi fiskur. Finnst mér. Er þetta sterki fiskur? Það er hann. Heyrðu, ég sá sporðin á honum. Hann er bara eins og fæðiskúpur. Þetta er staður sem þú kannt vel við á. Já. Grjótrúi hvern. Hvað er hann? Það liggur ekkert á sig, sko. Nei. Þú erum komið út úr tökustæðinum og þetta var þriðja fluga sem var búin að fara yfir þetta. Við erum búin að setja sko snældu, svo Francis, það var bara, þú veist, 2 bestu flugurnar. Kemur Ási bara með heimasmíðaða flugu sem heitir Glaði tvíburinn. Núna er hún búin að taka fisk. Þetta er nú samt að minnigerðin þessi fiskur. Hann er ekki stór. En hann er sprækur, þetta er alveg ótrúlega sprækur. Já. Er þetta ekki bara hérna? Nú er hann orðinn leiðitamur. Já. Nú er hann farinn að þreytast. Já, viltu ekki fara bara ofan í? Ef við hefðum háf, þá værum við að fara að háfa hann. Já. Gunni, þá er nú komið að því. Er komið að því? Já. Það var komið að því að reyna klúðra löndun. Ég varð að fara laumulega að þessu og reyna á mjúklegan hátt. Gunni, ég er búinn að leiða hann 3 að þér. Já, en sko, hann kemur bara fram hjá flegi ferð. Ása grunaði ekkert. Hann tók bara slípakka upp. En að lokum var ég að taka fiskinn á land. Þarna var hann. Glæsilegur er hann. Grútlegin samt. Með horn á höfði, hala á rassi, en bros á vör rétti ég Ása fiskinn. Þessi flöttur, þetta er ekki smálax. Þetta er ekki smálax, maður. Þetta er smálax. Hvað með töngina? Þetta er falleg hrygna, hún er búin að vera dálítið í ánni. Er það ekki, Gunni? Jú, hún er alltaf það. Þetta með málband? Þetta er 50, þetta er 60. Nú var það ekki meira. 60 slettir. 60 slettir og beint út í bara, ekki? Flott hérna, sem er smá straumur. Já, við höfum aldrei verið svona fljótir að... Þarna var það! Það er jaft! Það er jaft. Komdu tóa mig upp? Nei, þú ætlar að tóa mig niður. Nei, hvað er þetta? Hvað er þér, maður? Þú veist það ekki. Þetta er svona, þú veist með þennan húmor. Heyrðu, ætlar að henda eðalega stöngina líka það? Það er... Hvað er í gangi í það? Heyrðu, ég nýtti þessa í fyrrakvöld. Sérstaklega fyrir þessa ferð. Ég hef aldrei notað hana, það eru aldrei nýtt svona flugu áður. Ég fekk fisk á svipaðaflugunum og hún var all blá í aðaldalnum. Þessi rauð, að ég var búinn að sjá á vefnum að rauði Francis og rauðasvört snælda var að gera sig hérna. Þannig að ég bjóð til systur hinnafluguna sem ég veit á í aðaldalnum. Hún hét Pirraði tvíburinn og er þetta Glaði tvíburinn. Já, Gunni minn, svona lífið. Já. Það er eins og heimurinn sé einhvern veginn fullkominn.
Já, allt svo bjart og fagurt. Akkurat allt eins og það á að vera. Minn góður. En, þetta er ekki búið enn. Nei, svo sannarlega ekki. Og áður en hægt var að kveikja aftur á myndavélunum, Þetta er lax. var ég kominn með hann á. En ég er með minnstu flugu í heimi. Var það lítil? Bara myndatökumaðurinn sem sagði þér að setja þessar flugundir. Já. Við skoðuðum allt bóksið og hann fann eina flugu sem hann gæti sætt sig við, sem var nú lítil. Hún var númer 18. Nú Rauði Fransis. Þetta er ekki búið, ég verði alveg rólegur. Ég get sparkað hann aðeins. Já, þú getur það. Og það kvarlaði ekki að Ása. Þessum engli að reyna að klúðra lönduninni. Þrátt fyrir forskotið sem þessi fiskur gaf mér. Sjáu þið bara þessi funlausu handtök hjá Ása bróðunum. Sko. Það var leiðilegt. Pínu lítill. Erum við eitthvað að mæla hann? Já, skelltu á þetta. 64. Hvernig getur þetta stærri en viskna sem þetta ekki gert? Mikið stærri. Það verða ekki mikið minni, en það er til minna. Ég held að þetta sé númer, hvað er þetta? 16. Glíum okkur. Já, það er allt í lagi. Ég er alveg rólegur. Það því að ég veit að ég er eftir að fá stærsta laxinn. Það skiptir mig öllu máli. Ég hef búinn að halda í 40 ár, þá héldum við hjónin graflagspartí sem hann kallar. Þar sem að ég gróf 16 til 18 punda lax úr aðaldalum og við alveg, hann var kaffærður í eggjarhlaupi og með aspas og dillu og ég veiddi hann, gróf hann, matreiddi hann, sneiddi hann og framreiddi hann. Og þetta finnst mér raunar besti laxinn, en einu svona á sumri, 10 pundari, ég við 5 kílóa. Stykkið á miðunni, soðið, þannig að það sem að eggjahvítan, hún kurlast út úr því með smjöri, gúrku, kartöflum og tómatum. Þetta er kóngamat. Við fengum það verkefni við mitt frá Öldugurðan, var það ekki? Jú. Að hvað? Að flagga, læra að flagga fisk. Og þetta er keppni? Þetta er keppni. Þetta er keppnis. Já. Nú bara kíló á þetta. Já, Þetta er það sem er. þið heyrið hljóðið. Já. En hljóðið er lykilatriði. Já, þá rennur þetta eftir Hrygnum. hrygnum. Já. Er það málið að við erum með góðan hníf? Já, já. Síðan fyrir við hér undir. Nei. Tökum við þessa leiðina. Hérna niður. Kannstu lausir hrygginn á hinni hliðinni. Svona. Nei. Síðan er bara snýrting. Snýrting. Að taka beinagarðin hérna Já. í þunnildinu. Þunnildi er samt aldrei gott, eða Já, ekki þegar já, þú já. voru að grilla? Þunnildi er best. Það er þessi snýrting hjá okkur. Já, sem gerir úsleið. Og svo er hérna megin. Hérna tökum við bara aðeins fituna af. Það er fita í öllu, sko. Já. Nýgengin. Nýgengilaxinn er alltaf með fít. Hann er feitur og fýtt, sko. Feitur og fít, eins og það segir. Ég hef bara grillað og tekið beinin svo hérna á þunnildinu. Já, þess vegna borðar enginn lax sem þú veiðir. Heima hjá mér. Þetta er það klárt. Og er þetta nánast á beinlaust núna? Nei, það er hérna í... Hérna er beinagarðunar hingað. Já. Það er allt í lagi. Og þetta er þetta pill út með töng. Heyrðu það? Sagði Ási og reið á vaðið. Niður að beininu. Þá rennur eftir því. Það náði ekki alla leið, sko. Já, ég er góður. Það lítur ágætlega út. Já, og svo í endirinn að þá snýrðu hnífnum niður. Svona, já. Maður sé sko að hann er að fara að gera mistök og þú leifir eftir hann jafnóðum. Þetta er mjög fallegt Ásmundur. Ég held það. Höfum þetta ekki betra? Neðra flaggið er mjög flott. Þá var röðin komið að mér, meistaranum sjálfum. Og svo snúa. Hnífurinn liggur á rauðbeininu. Það er þetta samfermið. Lítið næra því. Anna mista það. Flottur. Ég hef alltaf gert Og það. svo kemur bara snýrting.
Það lítur rosalega út hér. Já, það má segja hann er efnilegur með þessi fyrsta flagg. Meintu segja þetta væri komið? Þú ert að tala við sjálfa þig. Er þetta ekki keppni? Heyrðu, þá berum við þetta undir dómnefndina. Öldungaráðið, þeir býðu frá. Já, brífum. Það er ekki. Hérna sjáum við 2 fiska sem er búið að setja í flög. Það er búið að flagga það, við gerum það vikunni. Og þið er bara að dæma hvort. Og við fengum eina tilraun. Hvor? Já. Sko, við höfum að hreinskilinu, það ekki? Jú. Strákar, ég hefði viljað senda ykkur báða á vertíð í Grundarfirði og þið hefði átt að læra handbragðan og Jóa varða. Það er maður sem kann að flagga. Ég vel þetta hérna alveg bara án þess að hika. Sérst, og það gerir þetta hérna flagg. Já, þetta flagg er gott. Þetta er perfekt. Fallegt flagg hér. Hér hefur verið tekið með svolítið hik í þessu. Já. Þetta er bara einni rispu. En þessi sölulega sér, ekki ræða. Þakka þér fyrir, elsku frændin. Ó, ég elska þig. Hérna, ég var að nýta mjög litla fluga og mér finnst hnúturinn ekki herðast nógu mikið. Þannig ég ákvað að gera svona, draga niður með puttunum, semst með þessari hendi. Og þá gerist þetta. Og hann er farin á kaf, öngullinn. Þarna, agnhaldið líka. Sem því að ég næði hann ekkert út, skilur bara með því að kippa. Það er svo furðulegt, það blæðir ekkert, en hann er á kafi. Og nú ætla Bjössi hérna, þegar hvað hrakkar í honum, að kippa þess út. Nú veitum við hvernig fiskinu líður. Hvernig líður þér í sig? Gunni? Ágætlega. Sko, það sem við þurfum að gera er að klippa þess hérna upp skinnið. Annars erum við bara að fara að rífa eitthvað með þessu, sko. Þetta er gert til þess að festast í dýrum, sko. Ógeðslega djúpt inni. Það þarf að skera í þetta. Það þarf að skera í puttuna þess. Það er ekki spurning. Ég fann þá. Þetta er í kalda vatnið. Það þarf að skera í þetta, sko. Og hvað, er ég að fara á Blönduós? Er það til læknis? Ekki gera einhverja klæfra hluti þar sem er bara að því að það er einhver sem festir sig hérna. Bara reynilega, það er það. Á meðan ég fór og lét draga flugun úr puttanum, fór Ási í smá göngutúr. Ég taldi óhætt að skilja hann eftir, því við áttum svæði sem hafði ekki gefið fisk í fjölda ára og það man engin lengur hvað þessi staður heitir. Já, jú, Tjarnarhylur. Það er ekki hægt að keyra að staðnum og því er hann lítt stundaður. Ási var sem sagt í einskislagslandi. Fáum bara tónlist. Hvað er þetta? Þetta er bara bleikja. Tónlist. The road is long. Nei, heyrðu. Þetta er lax. Þetta er lax. Hann er búinn að jafna. Og það er líka þessi fíni laxmaður. Þetta er ótrúlegt. Ásmundur Helgason, Göngur Hrólfur, er búinn að taka lax og gat landa honum aðleit. Sjáiði engilinn, hann er svo glaður. Það er jaft. Það er jaft og bara einn þáttur eftir. Góðir Íslendingar, við vitum að biðin eftir síðasta þættinum verður ykkur óbærileg. Til þess að þreyja þorran getið þið farið inn á öngullin.123.is og spáð fyrir það hvor okkar vinnur. Já, reyndar ég nú búinn að vinna allar keppnina hingað til. Já, nema hann að velja í flugubox. Já, það skiptir ekki máli. Aðalkeppnin er veiðin. Já, það er rétt. En við skulum þá kíkja á hvað býður okkar í síðasta þættinum. Eftir eina viku kemur í ljós hvor okkar vinnur þessa stórkostluðu veiðikeppni. Staðan er 9-9. Og ef ég á að segja ykkur leyndarmál, þá vinn ég bláa húan. Nei, það verður ég sem vinn. Takk fyrir það. Við sjáumst á vikuliðinni.